Við ætlum að skoða núna varmaleiðinjöfnuna. Við ætlum með öðrum orðum að skoða fyrst einvíðu varmaleiðinjöfnuna sem lýsir hitastigstreyfingu U í mjórri stöng á lengd L og þessi jafnar geðum með afleiðan af U með tilliti T ávar jafnt og K er einhver fasti sem lýsir eiginleikum stangarinnar sinnum önnur afleiðan af U með tilliti X. Nú sjáum við að við þurfum 2 jaðarskilyrði til að mattsa þetta hér og við þurfum 1 upphafsskilyrði og ég ætla að gefa mér ég gef mér fyrst jaðarskilyrðin. Þau eru að U af 0,t sé jafnt og U af L,t nefnilega 0 og það sem ég er að segja hér það er að hitinn í endunum er alltaf 0 alveg saman hvað tímanum líður þá ætla ég að halda föstum hita í endanum og þetta eru jaðarskilyrðin en byrjunarskilyrðin mín ætla ég að hafa U af x,0 rétt og eitthvað fall af x. Þannig að hitastigstreyfingin í stönginni er einhver ákveðin í byrjun sem er lýst með fallinu F hérna. Nú gerum við eins og við gerðum með bylgjujöfnuna og við gerum ráð fyrir að það megi aðskilja breytistærðir í lausninni. Þá segjum lausn á forminu U af x,t er jafnt og eitthvað fall af x sinnum eitthvað fall af t. Nú pröfum að setja þetta inn í hlutaflöðujöfnun okkar hérna. Ég diffra þetta hér með tilliti til t einsni, þá fæ ég x af x sinnum t diffrað. X er óháð t, eins og þetta er sett upp hér. Þetta á að vera jafnt og k sinnum u diffrað tvisvar með tilliti til x. T er alveg sama hvað gerist með það, bara fasti, og x verður diffrað tvisvar. Nú umskrifa ég aftur eins og ég gerði með bylgjujöfnuna, nota smá algebru, þá stendur hérna t diffrað deilt með k sum t er jafnt og x tvídiffrað deilt með x. Nú er ég með fall af t er jafnt og fall af x. Þetta er aðeins mögulegt ef þetta er bæði jafnt og einhver fasti og ég ætla að kalla hana fasta mínus lambda. Þá höfum við 2 jöfnur og við höfum 2 venjulegar diffrjöfnur x tvímert deilt með x jafnt og mínus lambda sem við getum skrifað x tvímert pluss lambda x jafnt og 0 og við erum með t mert deilt með kt er jafnt og mínus lambda eða við getum umskrifað þetta í t mert pluss lambda kt jafnt og 0. Nú, svo umritum við jaðarskilyrðin og jaðarskilyrðin eru eins og þeir í bylgjujöfnunu, þau enda með að vera x af 0 er jafnt og x af L er jafnt og 0 og þetta er verkefni sem við þekkjum lausnin á og við umskrifum byrjunarskilyrðin á eftir fyrir þetta hérna. Byrjum á að skrifa þetta hér jaðargildisverkefni með lausnir skulum kalla þær xn af x er eftir cn sinnum sínus af n pi deilt með l sinnum x fást ef að lambda er jafnt og n í öðru pi í öðru deilt með l í öðru. Þetta vorum við búin að leiða út með því að leysa jaðargildisverkefni. Þá getum við nota okkur þetta til að leysa seinni jöfnuna hérna. Þá erum við með t mert pluss lambda sem er þetta hérna lambda, þetta er sama lambdaðið. Og hér sjáðu erum við bara með fyrsta stigsjöfnu.
Þetta fyrsta stigs diffurjafna sem bara hægt að skrifa t-mert er jafnt og mínus n í öðru pi í öðru deilt með l, hérna var í öðru, sinnum k sinnum t. Eitthvað diffurast og fasti sinnum fallið sjálft og lausnin á þessu er bara e-fallið. Þannig við fáum t af t er jafnt og einhver fasti og það eru fyrir hvert einasta n sem er náttúrulegt fáum mismunandi fasta, fáum mismunandi laust, í veldinu fasti minn hérna sinnum t. Ok, setjum þetta saman í eina lausn. Setjum hérna inn í u-ið okkar x-ið og t-ið eins og það er núna og við sjáum að þetta x og t uppfyllir núna jaðarskilyrðin og diffurjöfna, við hefum eftir einn byrjunarskilyrði. Þannig að við erum með u af x, t er jafnt og einhver fastill að kalla hann d sinnum sínus af n pi deilt með l x sinnum e í mínus n í öðru pi í öðru k t deilt með l í öðru. Nú, þá er það aftur sama trikk og áðan. Við segjum ef eitthvað er lausn á diffurjöfnu, við erum með tvær mismunandi lausnir, nú þá er summan af þeim líka lausn. Hér erum við með óendanlega margar lausnir, eitt fyrir hvert einasta n sem er náttúrulega tala, þá er summan af þessu líka lausn. Við segjum u af x, t sem er summan af öllum þessum hérna er líka lausn. dn sinnum sínus sinnum e þá getum við snúið okkur að byrjunarskilyrðinu. Við höfum u af x, 0 á að vera f af x. Pröfum að setja 0 inn fyrir t hérna. Ef við setjum 0 inn fyrir t þá fæ ég e í 0 sem er 1. Sem þetta er ég með n fyrir frá 1 upp í óendalegt dn sinnum sínus af n pi deilt með l x er jafnt og f af x. Við sjáum að þetta hér er Fourier-röð fyrir oddstætt fall með lótuna 2l. Þannig að við gerum eins og áðan eins og fyrir bylgjujöfnuna og útvíkkum þetta hérna fall oddstætt á bilið mínus l til l. Gerum það lótubundið og þá erum við komið með hverju stuðlanir er hérna. Flettum bara upp í hvernig stuðlanir eru fyrir Fourier-fall. Fourier-röð. Svo dn er eftir 2 á móti l sinnum heldi frá 0 upp í l f af s sinnum sínus af n pi deilt með l sinnum s ds. N er í náttúruleitunum. Og þá erum við komið með lausnaformúlun okkar. Lausnaformúlun er akkurat svona. Þessi lausnaformúla gildir þegar akkurat þegar við erum með varmaliðunjöfnuna og nákvæmlega þau upphafs- og jaðarskilyrði sem ég sýndi í byrjun. En ekki náttúrulega ef upphafs- og jaðarskilyrðin er einhvern veginn öðruvísi. Þá þarf maður að fara í gegnum útleiðsluna aftur fyrir það tilfelli. Við séum það gott.